þessum 5. dagskrárlið lokið. Við förum í 6. dagskrárlið og leggjum frá fundargerðir íþrótta- og tómstundaráðs frá því 10. maí, fundargerðir mannréttindaráðs frá því 23. apríl og 14. maí, fundargerðir menningar- og ferðamálaráðs frá því 22. apríl og 13. maí, fundargerðir skóla- og frístundaráðs frá því 15. maí, fundargerðir umhverfis- og skipulagsráðs frá því 8. og 15. maí, fundargerðir velferðarráðs frá því 13. maí. Þá enginn kvatt sér hljóðs undir þessum dagskrárlið og telst honum lokið. Þá hafa fulltrúar Samfylkingarinnar og Besta flokksins óskað eftir því að bera upp gagnsbókun undir öðrum dagskrárlið. Gjörðu svo vel. Forseti, borgarfulltrúar, ég les upp bókun borgarfulltrúa Besta flokksins og Samfylkingarinnar undir öðrum dagskrárlið sem svohljóðandi. Reykjavíkurborg með samþykkt sinni að hækka tekju- og eignaviðmið vegna félagslegra eigna leiguíbúða. Síðastliðinn áratug höfum við fengið formlegt leyfi frá velferðarráðuneytinu til þess að hafa lægri viðmið en ráðuneytið kveður á um. Ástæður þess eru málefnalegar en viðmið ráðuneytisins voru á sínum tíma sett vegna þeirra íbúa sem gátu fengið lán til kaupa á félagslegu húsnæði og lán til þeirra sem byggðu leiguíbúðir á almennum markaði. 68% Reykvíkinga eru undir þessum tekjumörkum og það engin ástæða til þess að styðjast við viðmið sem flestir borgarbúar falla undir þegar metnar eru umsóknir félagslegt leiguhúsnæði. Það er einungis ætlað þeim sem eru allra verst settir á húsnæðismarkaði. Rétt er að taka fram að 56% Reykvíkinga eru undir þeim tekjumörkum sem hér eru samþykkt. Nýleg gögn sýna að þörf er á ódýrara og minna húsnæði í Reykjavík í samræmi við tekjur borgarbúa. Takk fyrir þetta. Þá liggur ekki fleira fyrir á þessum fundi og segi honum slitið 16:15. Ég segi takk fyrir og góða ferð og takk fyrir að kjósa Reykjavík.